Eins og titillinn á erindinu þá kíkt undir yfirborðið varðandi líffræðilega fjölbreytni í hafi og eins og Snorri sagði það að tala líffræðilega fjölbreytileiki fyrir svona stórt svæði eins og hafið, þá get ég í rauninni bara stiklað á mjög stóru í þessu erindi og verður sjálfsagt margum spurningum ósvarað. Eins og Snorri þá kem ég hérna með skilgreininguna á líffræðilega fjölbreytileika sem að vefst sérstaklega fyrir okkur hérna miðaldra fólkinu oft og tíðum. En við þurfum að hafa svolítið í huga að þetta fjallar ekki bara hvað eru margar tegundir á hverjum stað, heldur fjallar þetta allt í rauninni sem tengist lífríkinu, vistkerfinu, í landi, sjó og vötnum og öllum tengslum þar á milli, erfðabreytileika og fjölbreytni innan tegunda, milli tegunda og í vistkerfum. Þannig að þetta mjög stór flókin orð en mjög mikilvæg. Varðandi líffræðilegan fjölbreytileika í hafinu, þá ætlum ég að byrja svona á að staðsetja okkur aðeins. Við erum jú þarna í miðju stóru hafi, landið okkar ásamt hryggjónum sem að liggja vestan við okkur og austan við okkur, mynda eins konar þröskuld sem að liggur á milli norðurhafana, þarna Grænlands, Íslands, Noregshavs sem eru nokkuð djúp og síðan Norður-Atlantshafsins hérna fyrir sunnan okkur. Og þessi hryggi sem ég talaði þeir mynda þröskuld á milli þessara tveggja kerfa sem að skapar mjög sérstakar aðstæður í umhverfinu í hafinu hér við Ísland. Og landhelgin og lögstafan okkar liggur bæði inn í kalda svæði fyrir norðan okkur og í hlýjastsjóinn hérna fyrir sunnan okkur í Atlantshafinu. Landslag hafsbotnsins ekki síður fallegt og stórbrotið eins og á Ísland, eins og landin okkar. En það hefur líka mjög mikilvæg hlutverk að gegna og við sjáum til dæmis þessi hrygginn sem ég nefndi á Grænlands, Íslands og Færeyjahryggurinn sem liggur vestur af okkur og austur af okkur. Hann skiptir mjög miklu máli meðal annars í straumakerfum en það það kerfi sem hefur mjög mikil áhrif á líffræðilega fjölbreytileika í hafinu. Hryggurinn hann heldur svolítið kalda sjónum fyrir norðan okkur af því að hann eins og hann gefur augaleið þá hann grynnri heldur en hafsvæðin fyrir sunnan og norðan okkur og hann heldur hlýjasjónum svolítið hringsólandi fyrir sunnan okkur. En síðan eru djúp straumar sem að myndast við að fara frá að norðan og suður á bóginn og þeir fylgja botninum svolítið meira því að það þannig sjó djúp straumur og hann fer þá yfir í suðurátt í gegnum þau svæði þar sem hann kemst sem eru þá djúp þrönga sund þarna í Grænlandssundi þar sem að stór hluti af vatnsmassanum fer í gegnum mjög þröngt sund og skapar stóran foss þegar hann fossar þarna niður hinum megin við hrygginn. En síðan fer hann einnig yfir nokkrum stöðum á Íslands og Grænlands niður Færeyjahryggnum. Hlýjasjórinn, hann ferðast meira nær yfirborðslögum og þannig hann flæðir bæði austan og vestan við okkur og minna háður kannski botnlaginu. En annað sem að botnlagið skiptir máli og þessi straumar útbreiðsla tegunda og farleiðir lífríkis. Það eru margar lífverur sem að nýta sér þessa strauma til að ferðast og dreifast og flytja útbreiðslu sína og annað slíkt. Og fyrir botnlægar lífverur þá náttúrulega landslag botnsins skiptir þau gríðarlega miklu máli. Og eins og ég var að tala þá mikil togstreita á milli þessara svæða, norðursvæðisins og suðursvæðisins og við sjáum þetta meðal annars í straumum og hitastigsmælingum sem búið að vakta og rannsaka lengi. Og sjáum við módel sem sýnir 30 ára feril, þar sem við höfum árstíðabundnar sveiflur í þar sem hlýrri sjór kemur upp á landinu á sumrin og að sunnan og svo kemur aflið að norðan og ítir straumnum og sjónum suður á við og þá kemur meiri áhrif frá kalda sjónum á svæðið. Þetta skiptir ótrúlega miklu máli fyrir það lífríki sem í hafinu kringum okkur. Og talandi vistkerfi í hafinu þá þetta ansi margar tegundir þarna á flóki kerfi. Við erum með uppsjávarfiskana sem eru nokkuð vel vaktaðir og fylgst með þeim stofnum. Svo erum við með sjófugla og sæspendir sem við erum líka eitthvað að skoða við landið, þekkjum dálítið vel. Svo eru í vatnsmassanum erum við með plöntusvif og dýrasvif og þörungar sem eru mjög mikilvægir þættir í frumframleiðni hafsins og fæðikeðjunni.
Svo erum við með botnfiska og stundum töluverðar rannsóknir á botnfiskum hér í landið og svo náttúrulega allt lífríkið á hafsbotninum, botndýrin svokölluð. Og þessi kerfi verða öll fyrir allskyns áhrifum, efstu lögin verða fyrir áhrifum af veðurfarinu, sólinni meðal annars og síðan neðar í sjónum þá eru meiri áhrif á straumum og eðlis- og efnafræðilegum þáttum sjávar. Og svo botndýrin og botnlífríkið hefur svolítið, fyrir þau skipta máli landslag hafsbotnsins og botngerðin, hvort að botnin harður eða mjúkur getur skipt mjög miklu máli fyrir þessar lífverur. Og svo náttúrulega inn á milli uppsjávar og botnsjávarfiska er svo heilt svæði sem kallast miðsjórinn og það frekar óþekkt stærð en það eru í gangi miklar rannsóknir á því svæði þess að byrjaði núna síðustu misserin sem mjög áhugavert að sjá. Já, vistkerfin í hafinu, ég ætla bara að benda ykkur aðeins á hvað þetta stórt svæði sem undir hjá okkur. Efnahagslögsagan okkar 750.000 ferkílómetrar, sem sagt hafsvæði okkar, sem 7 sinnum stærri en landið. Svæði sem greinra en 500 metrar það svæði sem við kannski álítum sem við nýtum kannski hvað mest og við sjáum að það fyrir landgrunnskanturinn í kringum landið og það eru mismunandi aðstæður á þessum svæðum og mismunandi sjógerðir sem eru á þessum svæðum líka. Og við sjáum að stærstu hlutin á landinu í rauninni fyrir norðan okkur og fyrir sunnan okkur þar sem við höfum Svalasjóinn og Atlantshafssjóinn, það fyrir rosalega lítil nýting eða fram og þar af leiðandi fyrir lítil þekking á þessum svæðum. Þau eru svolítið svona svarthol í okkar þekkingu á mörgu leyti, þó við höfum náttúrulega ýmsar mælingar eins og fiskistofnum og eðlis- og eiginleikum sjávar á þessum svæðum. En vistkerfin í hafi, þau mótast af vatnsfræðilegum þáttum eða eiginleikum sjávar og sem við vöktum nokkuð vel. Síðan það landslag hafsbotnsins sem skiptir miklu máli hér líka og mælingar eins og rannsóknir eins og með fjölgeislamælingum koma mjög sterkar inn til að auka skilning okkar á hvernig þessi þáttur hefur áhrif á lífríkið og vistkerfið. Og síðan það setgerðin sem þá efsta lagið á botninum, eins og ég nefndi áðan, hvort það skiptir mjög miklu máli fyrir þær lífverur, hvort að þarna harður botn eða mjúkur botn og allt þar á milli. Og síðan það sjálfsögðu lífríkið sjálft sem spilar inn í þennan þátt. Mér langar aðeins bara að sýna tvær gerðir, vistgerðir á botninum og við höfum svolítið tendens til þess að skoða og meta svona lífríki og viljum kannski vernda sum þeirra og kannski ekki önnur og viljum skoða líffræðilegan fjölbreytileika á þessum svæðum, hvort hann mikill eða lítill. Þannig að við getum spurt okkur svo sama á þessum svæðum. Við sjáum á annarri myndinni sjáum við mjög mikið af lífríkinu, við sjáum örugglega 10 tegundir þarna og meðan á hinu svæðinu sjáum við 1 tegund. Svo getur maður spurt sig, þessi svæði annað þeirra mikilvægara en hitt? Við getum sagt fyrir rækjan, myndi sjálf segja að hennar svæði sé mjög mikilvægt fyrir hana, á meðan svamparnir myndi náttúrulega tala fyrir sínu vistkerfi. Og síðan eins og þorskurinn, við sjáum hann þarna meðal svampana, en ein af aðalfæðum þorsksins líka rækjan, þannig að það svæði fyrir þorskinn mjög mikilvægt líka. En þorskurinn mikilvæg fyrir okkur, þannig að þá spyrjum við að segja, þetta svæði þá mikilvægt fyrir okkur heldur en hitt svæði? Þetta allt bara spurningar hvernig við horfum á hlutina og vistkerfin. Síðan erum við með líka vistkerfi í hafi sem eru einstök á heimsvísu, eins og hverasvæðin í sjónum. Og við búum svo vel að hér fyrir norðan okkur, þá höfum við hver á 400 metra dýpi við Grímsey, sem var rannsakað núna í sumar. Og síðan höfum við líka hverasvæði við Steinahól, 200 metra dýpi á Reykjaneshryggnum. Og svo eru þar auki með nokkur hverasvæði við ströndina. Og þarna eru sérstök vistkerfi líka, sem hafa hingað til ekki verið rannsökuð mikið. En með mannskepnan svolítið þannig að við viljum svolítið mæla og meta og setja allt í box og kassa og líffræðingar eru ekki undanskildir þar. Líffræðingar elska tölur og að telja og flokka en hins vegar þó við séum búin að vera að skilgreina og reyna að lýsa lífverum í 250 ár þá vilja sumir meina að staðreyndin sé sú að einungis 9% af lífverum í hafinu hefur við lýst nú þegar. Þannig að það ansi mikið eftir.
og erfitt að átta sig á því hver í raun og veru staða þekkingar eða meta líffræðilegan fjölbreytileika þegar við vitum í rauninni svona lítið. Og aftur með boxin, ef við viljum svo setjum við lífríki í alls kyns box og flokkum þau í alls konar flokkunar einingar, en hafandi það í huga að þetta er sem við þekkjum í dag, ef við myndum svo fá nöfn á þetta 90% sem að vantar upp á í hafinu, þá myndi þessi kassi kannski breytast einhvern veginn. Og við sjáum að kassin eins og hann í dag samanstendur á mestu leyti af skordýrum og plöntum, og þetta eru landlægar tegundir. Og meðan að sjávardýrin falla inn í litlu hópana þarna. Og nokkrar svona tölulegar upplýsingar lífríkið í lögsögu Íslands, bara svona til að gefa ykkur smá hugmyndir það sem við erum að mæla og skoða. Það eru vissulega mun meira við fjöngum en þetta, en þetta eru bara svona til að gefa ykkur smá töluleg gildi fyrir þá sem hafa gaman á tölum. Eins og 7 milljónir tonna af rauðátu áætluð innan íslenskar lögsögu, 5 milljónir tonna af ljósátu, yfir 2000 botndýrategundir. Hins vegar höfum greint cirka 300 fiska, en 150 þeirra kannski eru að hrygna hér við landið, og 260 tegundir botnþörunga, og ég veit að þær eru fleiri í dag heldur en þessi tala segir til Þannig að þessar tölur eru svolítið breytilegar og fer eftir magni rannsókna hvað við vitum mikið. En síðan eru það áhrifaþættirnir á vistkerfið í hafi, lífkerfið í hafi. Það hefur verið nefnt gróðurhúsaáhrifin, súrnun sjávar. Ég ætla ekki að fara neitt í þetta, eins og Snorri sagði, það mætti vera heilu ráðstefnur þetta alls saman. En þetta hefur mjög mikil áhrif á lífkerfið í hafinu, þessi þættir, en þeir eru hnattrænir. En síðan eru aðrir þættir sem hafa kannski meiri áhrif staðbundið fyrir okkur. Næringarefnaauðgun, plast- og efnamengun, svo eins og var nefndar áðan ágengar tegundir og ágengar framandi tegundir. Þær eru til dæmis taldar valda minnkun líffræðilegs fjölbreytileika verulega og hefur mikið verið skoðað á landi. Þetta á vissulega við vitum hafi líka, þó við vitum mun minna þetta. Við höfum kannski ekki eins mikla vöktun á þessum lífverum í hafinu eins og á landi. En þessi geta vissulega komið hingað og valdið usla. Og við höfum fengið fullt af nýjum tegundum til landsins, en það tekur svolítið langan tíma og vöktun að fylgjast með hvaða áhrif þær hafa og hvort þær eru í raun og veru ágengar. Og síðan það þetta veiðiálag og annar rask mannsins beint á hafið. Með annar rask þá til dæmis getum við nefnt staðbundin áhrif eins og af efnistöku eða þverunum eða öðru slíku öðrum framkvæmdum sem koma við hafið einnig. Varðandi aðeins ágengar tegundir, þá mjög mikilvægt að við séum að fylgjast með komu þessara tegunda. Það er ein tegund sem í Færeyjum sem við eigum svona hálfpartinn vona á að muni mæta á svæðið. Og ef það gerist þá er það ekki mjög gott, því að hún étur þangið og skilur eftir sig berar klappir þar sem hún fer og að fá svona vágest til dæmis inn í Breiðafjörð væri ekki mjög góða fréttir. Og svo mætti lengi telja að það eru margar aðrar tegundir sem eru líklega til að koma hingað. Varðandi áhrif veiða þá hafa þær vissulega bein áhrif á þær stofna sem þeim er beint að, og fiskveiðistjórnin tekur náttúrulega á þeim þáttum. En þær hafa líka óbein áhrif og meðal annars á aðra tegundir sem meðafli og annað, og þær valda ójafnvægi milli stofna. Og síðast en ekki síst þá líka hafa þær áhrif á að þær fjarlægja lífverur af svæðinu, eins og viðkvæmar tegundir eru þar og fágætar tegundir geta verið í hættu þar. Og síðan náttúrulega ógleymdu eyðing búsvæða, og kannski helst á skýrasta dæmi í hafinu eru kannski eyðilegging á kóralrifum, sem hafa verið nokkur. En góðfréttirnar eru að eins og til dæmis með botnveiðarfæri sem eru kannski það veiðarfæri sem hefur kannski mest áhrif á þessi búsvæði. Fótspor þeirra hefur minnkað í gegnum tíðina. Það þýðir að veiðarnar eru markvissari, sóknin er markvissari og þar af leiðandi eru minni svæði undir, þannig að þeir fara frekar á ákveðin svæði en eru ekki út allt landgrunnið. Og við sjáum líka að sóknareining hefur minnkað heilmikið fyrir botnvörpuna á síðustu árum, sem er líka mjög gott fyrir kolefnissporið okkar.
Að lokum vil ég nefna verkefni sem heitir Biodice, sem að hefjast og sem mjög áhugavert í að það svona samstarfsvettvangur vísindafólks sem hefur það markmið að efla vitund og þekkingu og skilning á líffræðilegum fjölbreytileika og meðal annars í hafi, þar sem að verður kannski lögð áhersla á erfðamengi lífvera í hafinu. Og þetta mjög spennandi verkefni sem að verður gaman að fylgjast með. En síðan leiðir til að tryggja að við pössum upp á líffræðilega fjölbreytileika í hafinu, þá nefni ég hér eins og kom fram hjá Snorra, það eru grunnrannsóknir, skráning og það algjör undirstaða þess að við getum tekið einhverjar afstæður ástand og það vöktun á líffræðilegur fjölbreytileiki og það með talið við langtíma vöktun. Það vegna þess að náttúrulegi breytileikar geta verið töluvert miklir og til þess að vakta ástand þá þurfum við að ná yfir þessa náttúrulegu breytileika líka. Verndar lífríki, búið til verndarsvæði í hafi eins og nefnt var, efla vöktun á ágengum framandi tegundum, þetta krefst líka langtíma vöktunar, vernda vistkerfi og það fer eftir eðli vistkerfina hvaða verndum við munum kannski beita. Miðlun mjög mikilvæg, við erum að miðla þessari þekkingu og svo að efla samstarf vegna þess að þetta stórt verkefni og það get ein stofnun eða sem getur ráðist í svona hluti, þetta samstarfsverkefni margra. Svona rétt í lokin þá langar mig að sýna ykkur nokkra myndir sem voru teknar í Grænlandssundi í sumar. Við fórum með neðansjá myndavélar í Grænlandssund og lífríki þar alveg einstaklega fallegt og skemmtilegt. Og leyfi ykkur að sjá nokkra myndir þaðan. Takk fyrir mig.